Góðið sæl kæru vinir og verið velkomin í hlaðvarpi sögu skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersi Arnaldsson heiti ég. Blessaður Ólafur minn. Blessaður. Hvað segir Ólafur í dag? Nei, ég hress bara, endilega tilbúin í nýjan þátt og já, ræða meiri sagnfræði. Mitt. Það er alltaf gaman. Ákvæðlega. Herðu, við erum hlaðvarpi sögu skoðun. Við komum hérna saman annarslagi til að ræða saman sögu og sagnfræðileg málefni og það verður ekkert hlé á því neitt í dag því að við erum komnir hérna með ætlum að gera hér í gang stútfullan þátt af kontenti. Já. Við vorum hér í síðasta þætti að tala mannaskít. Jú. Sörmál á miðaldum. Það var mjög ósmekklegu þáttur hjá okkur. En já, var ekki sagt það, en alveg einstaklega mikilvægur hluti samt af sögunni, eins og bara þau eru tölum þetta með áburðinn og þarna vinnu og leðri og hinn og þessu, þetta náttúrulega hefur skipt gífurlega miklu máli. Já, auðvitað er þetta eins og annað ákveðin menningarsaga. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega hluti af lífinu. Já. Og það er ekki að fara neitt. Þó svo við getum skólað í burtu, þá losnum við aldrei við það. Nei. Var þetta ekki vanda með þetta í dag? Hvernig er það? Ég man, ekki eitthvað Reykjavík þar sem að vara við sjósundi inn á milli og eitthvað svona? Að því að skólpið fer beint út, ég man ekki hvað það er. Nei. Já, mitt. Nákvæmlega. Við glímum enn við þetta. Hörðu, í þættinum í dag, þá ætlum við að fara á aðra slóðir. Málefni dagsins er ekki að verðendanum. Þetta er stórt málefni og þetta er alveg gríðarlega svona, já, það er óhætt að segja það, þetta sé alveg svona mjög málefni sem er mjög svo í brennidepli þessa dagana og svona þessa áratugina, en það er Ísrael. Já. Og það er óhætt að segja það að málefni er eldfimt og ekki bara eldfimt heldur, sko, bókstaflega on fire. Já, það er það. Og eftir að vera það líka næstu áratugina. Já, heldur það? Já, það verður bara þarna en þátt í 50 ár. Það er mitt. Nei, við ætlum að ræða gyðinga og síónismann og svona aðdragandana stofnun Ísraelsríkis í þessum þætti í dag. Og það getur vel verið að vera tvöfaldur þáttur hjá okkur bara. Það er alltaf gaman. Og það er alveg gríðarlega stór saga og merkileg saga og það er rauninni, þú veist, það er svo margir fletir á þessu, skilur þetta er menningarsaga, þetta er saga Evrópu, þetta er saga Miðausturlanda, þetta er stjórnmálasaga, þetta er stórvelda saga, fyrir heimstyrjöld, seinni heimstyrjöld, Ottomanríkið, breska heimsveldið, helförinn, þetta er svo margt sem kemur þarna inn í. Já. Alla miðaldir líka, gettóin. Já. Það er sko nákvæmlega. Og líka þessar skiptingar, hvað við segja, þessar sefardísku gyðingar og askenasi gyðingar og mítrasísku gyðingar. Nákvæmlega. Sem ég heldur þetta ekki að við sem það sem við kvöldum þetta á íslensku, en það er svona íslenska þessi hugtök. Það er mitt. Hörru, hvað við ætlum að fara þessi við þessa sögu, við ætlum að svona reyna að stekla þessu stóru og tala þessu þetta og ætlum að reyna að enda kannski við stofnun Ísraels ríkis. Hvað að byrja þetta, Ólafur? Hvað, þú veist, að byrja í fornöldinni? Ekki byrja bara á Abraham í kaldu. sem var síðan Abraham. Gyðingar. Þetta er flott, þetta er fallegt íslenskt orð. Ég var að hugsa þetta orð áðan þegar ég var að keyra úti áðan í bílnum. Var að velta þessu fyrir mér hvaðan það er nú svo smægt að fletta upp bara hvaðan þetta orð kemur en hvort þetta sé af Guð sko. Gyðingar, svona eins og guðungar, sturlungar sko. Já. Börn Guðs.
Það er nefnilega góð spurning nefnilega, því ég er nefnilega veltið þessu líka fyrir mér þegar ég var að vinna hérna í miðaldasögunni og þegar ég rakst til dæmis á gyðingasögu og þá skoðaði ég þetta hugtak og það er vist óljóst hvaðan þetta gyðingahugtak kemur vegna þess að ef ég man rétt þá er ekki neitt svipað hugtak í öðrum tungumálum. Já, þetta hlýtur sem þetta vera skilt sko þessu á meginlandinu sko Júde, Jöte, Jew. Það er nefnilega ekki. Er það, heldur það ekki? Nei, þú veist, það er ljótorði júði. Já, júði, já, þetta. En sko orðið gyðingur, það, allan að þegar ég var að skoða, ég fór nú ekki alveg í sauman á því, en þegar ég var að fletta þessu eitthvað upp, þá fann ég ekki orðsifjar þessa orðs. En það vil nú svo til að ég er nú bara með orðsifjabókina mína hérna fyrir fram með akkurat núna. Ok. Þannig að það er kannski ekki úr vegi að við flettum þessu bara upp as we speak. Endilega. Gyðingur, Ísraelsmaður, júði, nirvill, okrari. Já. Hvaða rugl er þetta? Þetta er rosalegt. Íslensk samheita orðabók, já. Þetta er nú agalegt. Ég á með vitlausum bók. Ok. Herru, ef þessir höfundar þessara íslensku samheita orðabókar eru ekki antisemitistar, þá veit ég ekki hvað. Sko, ég er ekki að grínast. Þetta stóð í bókinni. Þetta er alveg agalegt, já. Okrari. Ég er ekki að grínast. Já, já. Þetta er Háskóli Íslands og Mál og menning. Kemur út hérna árið 2002 þessi útgáfa sem ég er með hérna. Trúir þessu, Ólafur? Þetta er alveg bara, já, þetta er alveg. Það er ljótt að vera að hlæja þessu, en það getur vel gert svo fárulegt. Ja, þetta er náttúrulega gott dæmi svo sem líka náttúrulega. Þetta er náttúrulega hluti af þessari sögu sem við ætlum að tala að jú, maður getur alveg sagt já, en eitthvað myndi segja í dag en það er náttúrulega hattus orðræða en þú kallaði eitthvað gyðing. Ok, nú er ég með hérna íslensk orðsifjabók, Ásgeir Blöndal Magnússon. Já. Og hérna stendur, gyðingur, maður af ísraelsku þjóðerni, júði, palestínumaður, okrari, svíðingur, eiginleg norræna ummyndun á latínu, Júdaeus og nafni tengist orðinu Guð, sjá Guðingi. Já. Það verið skrænilega verið alltaf eitthvað skona tengstilna við okrara. Já, það er alltaf klassiska staðlímyndin. Ég skal svo aldeilis segja ykkur það. En hann segir þá að gyðingur komi á Guðingur. Tengist orðinu Guðingur. Já. Þetta er þjóð sem að þetta er mjög svona eða fólk. Við ætlum að byrja á því að maður getur svo sem tekið heilan þátt í að ræða hvort þetta sé þjóð eða ekki. Já, líka mjög eldfitt. Já. En þetta fólk hefur alltaf spilað stórt hlutverk í sögu okkar heimsluta. Já. Og heldur áfram að gera það. En ef að byrja á Abraham. Já, og ég getum sagt það sem ég haf svona hálfgerðu gríni líka að kasta þessu fram en það er samt alveg þetta líka ákveðin byrjun og það er auðvitað þess að upphafs góðsögn gyðinga er jú að Abraham hvað við segja upphafs góðsögnu felst þá í því að Abraham sem bjóð þá í Kaldíu sem í dag er Írak, gamla Mesopotamía fekk skilabók Guði að myndi halda vestur á bóginn og myndi þá fá þar land sem seinna meir átt eftir að verða Ísrael þá og myndi síðan fá afkomendur sem eru fleiri en stjörnurnar á himni og þá breytist síðan nafn úr því að vera Abram yfir í Abraham. Og þá er þetta svona og svo náttúrulega biblíunum segir frá þessari sögu og svo vindur þetta upp á sig og náttúrulega stór hluti af Gamla testamentinu fjallar síðan þá afkomendur Abrahams og svo eru þá náttúrulega yfir helmingur jarðarbúa eru afkomendur þá niðjar Abrahams og þá er náttúrulega hugsa gyðinga, kristna og múslima sem til samans held ég hvort sé 55-60% af jarðarbúum. Já. Og svo náttúrulega eru þá þessar hvað maður að segja Guð hefur kannski ekki þetta valið kannski verra land að gefa ykkurum því þetta er náttúrulega líka land sem er á svo miklu átakasvæðu hugsaður að þarna líka mætist Evrópa, Asía og Afrika. Þannig að þetta er náttúrulega gífurlega miklu fólksflutningar og mismunandi heimsveldi og mismunandi trúabröð og menningarströmmar og bara nefndu það á
lítilli landspildur því hvað var að segja sko, frá fjöllum og að ströndinni stundum ekki nema kannski ykkur 50-60 kilometrar. Ef þetta gerist raunverulega þá hefði hann náttúrulega frekar átt að gefa þeim einhverjar slettur í Norður Ameríku. Það miklu búseldarlegra þar sko. Já, minna deilur og slíkt einfaldara. Já. En ég segi þetta nú aðalega ég segi þetta nú svona aðalega í gríni til þess að benda á hvað maður að segja vandamálum náttúrulega á þessu svæði því að við náttúrulega verðum líka aðtuga það auðvitað þegar að Abram heldur þarna hvort sem að trúði að hann hafi verið til eða ekki en allavega sko ættfeður þess að síðan meir varð Ísraels menn því að það fólk kom þá inn í þetta land Kanan landið sem þetta tengst í þá fönikjumönnum og allt það en allavega þá náttúrulega bjó fólk þarna áður fyrr en þeir náttúrulega voru hirðingjar sem þýðir þá þetta flökkufólk hirðingjar náttúrulega búa aldrei á sama stað alltaf heldur að þvælast yngu að þangað og svo náttúrulega vindur þetta upp á sig og þeir náttúrulega flakka líka til Egyptalands og svo aftur tilbaka og svo þetta svona stöðug saga landið sem þeim var þá gefið baráttan við aðra sem búa í landinu og stöðug þá refsing Guðs vegna þess að gyðingar hvað maður segja spillast einhverju leyti og þá refsað og missa landið en þess að endurheimta landið aftur og þetta alveg svo grundvallar góðsögn hjá gyðingum eða guðfræði gyðinga og enn þann dag í dag og þetta náttúrulega þessi saga ástæðan fyrir því að okkur Ísraelsríki síðan var stofnað 48. Já, því að það kannski ekki bara það að gyðingar voru landlausir á 19. öld heldur svona bætist við það einhvern veginn að þetta rosalegt þema í þeirra trúarlitteratúr. Það sem sagt tengsl fólksins við þetta land miklu sterkara heldur en kannski öðrum trúarbrögðum eða öðrum menningum. Já. Það sem líka áherslu að við náttúrulega líka taka með að því að þeir náttúrulega mistu landi náttúrulega líka til þess í herleiðingunni til Babylon. Já, þetta svona endurtekið þema. Já, en þú náttúrulega líka náttúrulega áherslu að ef þú horfir á hluti eins og til dæmis ánöðunni í Egyptalandi þá það náttúrulega hluti af sögunni þó auðvitað að það hann hungursneið í þá Ísrael þannig þá yfirgefa landi og fara til Egyptalands það sem eftir ánauð þá getur við sagt í rauninni sem þá búin að missa landið en síðan snúðar aftur að fá landið endurheimta landið sitt svo kemur til dæmis Babyloniumenn sem leggja undir sig Ísraelsríki og ánauðin þar sem elítan var þá tekin og elítan var öll færð til Babylóníu og þeir voru þá ekki síðan frelsaðar aftur fyrir en þegar Sýrus mikli lögðum til Babylon þá endurheimtaði landið aftur og það líka áhvert eins og við með biblíutextanum við sjáum náttúrulega líka sko á biblíutextanum þeir eru skrifaðar á mismunandi tímum og sumir textar til þeim skrifaðar þá þegar menn eru í ánöðinni í Babylóníu og þá þrá landið og endurheimt landsins og svo fá þeir það aftur þá náttúrulega koma náttúrulega líka deilur milli þeirra gyðinga sem ekki voru herleitir en allavega þú veist þetta svona þessi þema sem allir gyðingar ég held þú getur alveg sagt að allir gyðingar ólust síðan upp við því það sem kannski það mikilvægast að við sko ekki fara í sauman á öllum þessum fornmenningun og allt þannig en þú getur sagt að þegar að síðan gyðingar hrindast að síðan uppreist byrjar hún ekki í 67 Já, eitthvað á þeim tíma á þeim árunum og endar með því síðan að musterið brent 70 eftir Krist 60-73 uppreisnin eða stríðið og þá mikilvægast að dagsningin þar þeir einmitt að musterið brent ekki einmitt 70 Jú, 70 og Jerúsalem þá þessi borg sem þýðir held ég ef maður rétt bara borg friðar eða borg friðarins eða friðarborgin það náttúrulega nafn með rentu sko það nefnilega það það gæti ekki verið meira umdeild sko borg og þá voru gyðingar alveg hraktir út úr borginni og séðan stofnu bara rómversk nýlenda hana bara eitthvað
Capitolia, Aeolia eða eitthvað, það er bara eitthvað latneskt nafn og það bara reynda að þurrka þetta allt út og Rómverjinn náttúrulega gerðu náttúrulega líka í því þetta Palestínu nafn sko, til þess að reyna að slá út allar þessar tengingar við gyðinga. Palestína kemur á Filistíum, aðalófunum gyðinga. Og þá svona 70 þessi rosa þáttaskil, því þá missa þeir musterið og tenginguna við musterið. Þú náttúrulega verður aðtuga það, gyðingar áttu alltaf að fara reglulega til mustersins til þess að færa fórnir og þar var náttúrulega prestatnir og elítan. Þetta er náttúrulega allt þurrkað út og þá verður til þessir diaspora eins og maður kallar það á ensku, þessi flökkuþjóð, farandþjóð gyðinga. Og dreifing þá ennþá meiri dreifingu, þetta var náttúrulega dreifingu áður fyrr, þetta voru gyðingar í Rómaborg 100 fyrir Krist og það var blómleg gyðingasamfélag í Egyptalandi og hér það eru Miðjarðarhafið. En 70 er svona sérstakt ár og þá upp úr því, þá eru allir gyðingar aldnir upp við þessa þrá, þrá eftir landun, hvenær fá landið okkar aftur. En þetta er óverðugna sko, þetta er svona þessi svona klassíska skýringu þetta á þessari sögu, þú veist að gyðingar voru í Ísrael og svo einhvern veginn dreifðust þeir út allt eftir þessu uppreisn og þessi stríð. Það er svona þessi svona einfalda mynd sem að maður hefur haft í huganum þetta. Já. Og ég var að velta fyrir mig hvort þetta væri ekki eitthvað flóknara sko, heldur en bara það, þó þetta sé þetta mjög svona einföld og þægileg skýring sko. Jú, þetta er mikið flóknar en það, eins og til dæmis þetta var fullt af gyðingasamfélögum fyrir þetta. Já. Hér og það eru Miðjarðarhafið og þau gyðingasamfélög þetta bara óksu og fólk fjölgaði sér og allt það. Já. Það er náttúrulega alls ekki þannig að það hafi verið lítið sem ekkert af gyðingum, allir hafi verið í Júdeu og svo hafi þeir hindast að þessu uppreisn og svo hafi fólki verið dreift allt Miðjarðarhafið. Það er náttúrulega alveg rétt, það er náttúrulega mikið einföldun. En svo náttúrulega líka mikið stór hluti af þessu náttúrulega líka að Rómverjar náttúrulega drápu rosalega marga gyðinga, alveg fleiri 100.000. Já, í stríðinu, já. Og ofsóttu. Rómverjar hafði megna ímugun á gyðingum og fyrirlitu mjög gyðinga. Einmitt. Og það er alveg gegnumgangandi þema hjá þeim. En síðan koma miðaldirnar. Já. Og gyðingar búa út allt. Já. Þeir búa út alla Evrópu og þeir búa í Norður-Afríku og þeir búa í Asíu og það eru gyðingar út allt, það eru gyðingar í Afganistan og Indlandi og í Kína. Já. þá voru ákomendur einhverja, ég man ekki hvað þau voru upprunalega þessi gyðingar sem komu til Kína, manstu það? Nei. Það var vist eitthvað gyðingasamfélag þar sem barðist með keisaranum gegn Mongólum eða eitthvað. Einmitt. Þekki það ekkit. Og í Eþíópíu líka? Já, einmitt mikið af gyðingum í Eþíópíu. Já. Og í Evrópu þetta eru þeir náttúrulega mikið á Spáni. Já. Og Íberíuskaga. Og síðan í Mið-Evrópu, í Þýskalandi kemur fram þessi hópur gyðinga sem að þú nefndir áðan. Þessir hópar eru skipti í svona þrennt, svona gróflega. Askenazi, Sephardi og Mizrahim. Já. Og Sephardi eru þessir gyðingar í Norður-Afríku og á Spáni. Og náttúrulega Spánn þetta var miðstöð gyðingdómsins fram að rekonkista og ekki tala það. Þeir voru flestir þar. Jú, mikið þar. Og margir af þeim voru svo hraktir út af bústu og þá sáttust þeir margir að Balkanskaganum og... Einmitt, já. Og svo náttúrulega líka mjög áhugavert fyrirbrigði á ármiðöldum. Og það er náttúrulega líka, það er hérna Khazaria. Sem að þetta ríki í því sem í dag er suðurhluti Rússlands. Og var svona, hvað maður að segja, ég held að Khazararnir hafi verið tyrkneskt fólk. Tengst, ég held það, ég þori ekki alveg að selja, en ég held að hafi verið af einhverju tyrknesku bergibroti. Að því að leiðtogi Khazara var berjast við það hvað trúan ætti að taka. Og hann var þá gat valið á milli kristindóms, íslams eða mögulega gyðingdóm. Og hann valdi að taka upp gyðinglega trú. Já, já. Þannig að Khazararnir voru almennt gyðingar. Já, já. Og Khazaria var nefnilega stórt ríki sem teygði sig yfir, já, það sem í dag er suðurhluti Rússlands, þá við Kákasusfjöllin, tölvört inn í Úkraínu og eitthvað inn í Kazakstan. Já. Og voru svona milliliði líka.
og þetta ríki fjall held ég 11-12 öld, já, svona hámiðöldum. Já. Og náttúrulega mikið af þeim, það náttúrulega kom líka mikið af gyðingum og eitthvað af þeim gyðingum auðvitað þó hræktist kannski vestur á bóginn og enduð í Pólandi, Þýskalandi, hvað það er. En svo náttúrulega líka það svo alveg sama hvað maður að tala hvað var að gyðinga, þá er þetta líka mjög viðkvæmt mál vegna þess að og sumir vilja segja að þetta sé bara samsæriskenning, en það liggur alveg fyrir að kasararnir tóku upp gyðinglega trú og voru gyðingar, en þetta hefur líka verið notað gegn þeim, til dæmis nasistar voru héldu því til dæmis fram að allir þessi gyðingar Austur-Evrópu, þetta var allt bara kasarar, það hefði ekkert með gömlu Júdeu að gera. Já. Það sumir bera það fyrir sig, því það er náttúrulega skiptir máli kannski hver er þessi líffræðilega tenging við heimalandið. Já. Og ertu afkomandi gyðinga sem voru hræktir frá Jerúsalem og Júdeu, eða ertu afkomandi einhvers konar svona flökku þjóðar frá steppunum í Rússlandi sem tók upp trúna á miðöldum. Já. Og það allir þetta er eitthvað sem við getum gert til að þáttum, en þetta er rosalega eldfimt, þessi tenging við Kasaríu. En allavega. En já, þetta eru þessir hópar Sephardi og svo ertu með Misrahim sem eru austrænu gyðingarnir sem basically austan við Palestínu og í Miðausturlöndum og í Asíu. Og síðan ertu með þessa Askenazi gyðinga sem að athugaðu framburðin á þessum Sephardi. Nei. Sephardi eða Sephardim í fleirtölu á hebreisku. Ég kann ekkert hebreisku, það er nú þú sem ert svo sem að kunna þessi fornu tungumál í hlaðvarpinu. Ég hef aldrei athugað heldur framburðina. Ég veit ekki hvort ég þora að kíkja í íslensku orðabókina. Fá ekki bara einhverja. Af því að ég held að það Sephardik eitthvað neðan þannig. Ég ætla að athuga þetta. En það er svolítið áhugavert þetta, því að þú veist, spurningin hvort þetta sé þjóð eða trú, sem er svolítið svona auðvitað relevant fyrir þetta málefni. Já. Það er að segja, þú veist, Ísraelar og síónismin og heimalandið og þjóðríkið og svona. Já. En þetta með, þú ert með þessa þrískiptingu eftir hvar þetta fólk býr í heiminum og þú veist, það er auðvitað býr innan annað fólk og auðvitað hefur náttúrulega mismunandi menningu eftir því hvar þau búa eðlilega. Já. Og tala, náttúrulega tungumálin sem í þeim löndum sem þau búi og svona, en síðan náttúrulega það sem gerist þarna í Mið- og Austur-Evrópu þetta er að með Askenazi gyðinga að þeir náttúrulega koma held í fyrst fram í heila Rómska ríkinu sem er í dag Þýskaland og verða síðan þetta mjög fjölmennir út alla Mið- og Austur-Evrópu í Pólandi, Ungverjalandi, Hvíta-Rússlandi, Úkraínu, Rússlandi. Já. Og þar náttúrulega þegar það komið fram á 19. öldina náttúrulega þá talar þetta fólk sitt eigið tungumál sem er jeddiska. Já. Sem er svona afsprengi af þýsku, mjög lík þýsku. Og hefurðu séð þættina þarna Unorthodox? Nei. Á Netflix? Nei, ekki séð. Það eru helviti góði þættir, þar talaði eitt jedísku, Já. Þetta er einmitt áhugaverð, einmitt blanda, hebreska og þýska. Og náttúrulega var jedískan alltaf þýskar og þýskar eftir því sem þeir urðu meira litaðar þýskum áhrifum og náttúrulega Askenazi náttúrulega er bara hebreska nafnið í Þýskaland. Já, einmitt, og Misrahim er hebreska nafnið fyrir austrið. Já. Og Sephardi þýðir aftur hvað? Það er Spánn. Spánn, já, einmitt. En jedískan hún er náttúrulega auðvitað þýska en hún er náttúrulega hebresku skotin og svo auðvitað er hún líka mikið af áhrifum úr slavneskum málunum. Já. Auðvitað líka. Já. Þetta var náttúrulega gríðarlega mikið af fólki sem í slavnesku ríkjunum sem töluðu jedísku og til dæmis bara þetta stærstu hluti af þessu fólki sem var að flytja til Ísrael, kom kannski betur að þau eftir á fyrirhluta 20. aldar voru svona Askenazi gyðinga frá Austur-Evrópu. Já. Og svo náttúrulega þetta langstærstu hluti þeirra sem voru myrtir í helförinni, þetta sé 85% eða eitthvað álíka voru Askenazi gyðingar og það þetta hafði greiðlega áhrif á jiddískuna sem tungumál Já, alveg þvílíkt. Vegna þess að þetta var svo útbreitt tungumál milljónir manna sem töluðu þetta. Já. Og svo náttúrulega eftir seinni heimsstyrjöldina þegar svona mikið af fólki er myrt og svona margir fara til Ísrael það sem að jiddískan
var ekki hávegum höfð og við komum kannski betur á því setna líka og þá hefur þetta tungumálu bara átt mjög í vök að verjast fyrir utan náttúrulega bara í Bandaríkjunum þar sem að þetta var tekið með sko í þessi ultra-orthodox samfélög. Veistu eitthvað hvernig það í dag í Bandaríkjunum? Hversu mikið jiddiskan lifir þar? Ég held að þetta sé ekkert útbreytt en í þessum ultra-hasidic man ekki hvað það heitir í íslensku hasidíska eða eitthvað sem er með þessa stóru loðhattana hérna í New York sko. Ég held að þar sé jiddiska útbreytt sko. Já. Er eitthvað jiddiska í Austuröpu? Voru ekki gyðingar þurrkaðar út og svo flúði restin eftir að sótringin fjalli? Ég held að sé ekkert af gyðingum eftir í Austuröpu. Nei, ég held að sé ekkert mikið aðeins vegna þess að þeir voru náttúrulega og það er þetta sem er svo sorglegt við þessu sögur náttúrulega þeir voru síðan auðvitað hundeltir sko í kommunistaríkjónum líka sko. Já. Fóru úr eldirum í öskuna. Já. Og svo kom alveg sko gríðarlega stór fjöldi gyðinga frá fyrrum Sovétríkjunum til Ísrael eftir 1991 sko og það er alveg magnað með að skoða tölur yfir það. Ég held sveimið þá sko það byrja 1 milljón manns eða eitthvað. Já. Doppelchecka þessa tölu, það var eitthvað álíka. Já, það var eitthvað þannig. Og þú getur ímyndaðir þessu til mis bara, ég meina, hvað tóku Þjóðverjar við mikið af flotta fólki frá Sýrlandi var ekki ykkurir nokkur 100.000? Já, 500.000. Og það var alveg sko bara sem við voru að láta bara eins og allt væri að fara á hliðin út af því sko. Og Ísrael tók næstu 1 milljón manns inn eða meira sko. Já, það er ekki smá munur. Og það er líka þetta pínu ponsulitla land. Það er náttúrulega svo ógeðslega lítið land sko. Pínlítið, já. Það er einmitt mikilvægt að svo nefnt núna, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að gyðingar náttúrulega engin einsleitur hópur, heldur eru gróflegt að skipta í þessa 3 hópa og svo náttúrulega hver hópur litaðar af því líka í hvað löndum viðkomandi var. Já. Til dæmis að náttúrulega himinn og hafa milli þess að vera í Austurríki, Ungverjalandi eða Rússlandi sem gyðingur. Já. Eða vera á Spáni eða hvað maður segja, það sem í dag er Jemen eða Bretlandi eða hvað það er. En það er alveg eitthvað sem var algjörlega að taka fyrir eitt setna en mikilvægt allar að nefna það núna alveg að gettóin voru alltaf líka mikilvægur hluti af sögu gyðinga. En það sem er flókið við gettóin er að það er líka, maður hefur oft þessa einföldu sýn á eitthvað. Og til dæmis ég hef alltaf séð fyrir mig að gettóin voru ekkert annað en bara þarna eru Evrópubúarnir að vera drullusokkar og kynþáttahattarar og loka gyðingar af. Þú ert gyðingur, þú ert minna virði en þú ert að búa hérna inni múraður. En það sem er áhugavert með gettóin er að rabbinarnir vildu líka gettóin oft á tíðum. Já. Og gyðingasamfélagin vildu líka oft gettóin vegna þess að gettóin eru megin ástæðan fyrir því okkur gyðingar lifðu af. Og þá er við ekki í þeim skilningi að þeir hafi þá bókstaflega drepnir og þurrkaðar út, heldur að þeir hafi ekki bara aðlagast og horfið náttúrulega inn í meirhlutasamfélagið. Til ef þú ert með svona alveg sama hvað sértrúarhópur það er eða hvort það sé ykkur annað þjóðflokkur eða þjóð eða hvað það er ef þú býrð hjá ykkur meirhlutasamfélagi þá aðlagast og hverfur endur, þetta er bara með Kína. Það er svona saga Kína er að það er gert grínaði, það skiptir ekki máli hver kemur að leggja Kína undir sig, þú veist, þeir drukna alltaf í kínverska hafinu, þú veist, það kemur ykkur Mongóli, en þú veist, Mongólin er orðin kínverskur eftir nokkra kynslóðir. Skiptir ekki máli hvað koma margir villimenn úr norðrinu, þeir verða alltaf kínverjar. En getur ekki verið samt hluti af þessu er að auðvitað þessi antisemitismi og ofsóknir gegn gyðingum og svona leiðindi gagnvart gyðingum sko verður auðvitað til þess að þeir einangurast skilur og antisemitismi náttúrulega liggur auðvitað í trúabröðunum sko. Já, það er auðvitað mikilvæg hluti af þessu en það er auðvitað sko samspil en þetta er samt ekki bara það heldur það eru sko bæði hvað við segja kraftar þá í evrópsku samfélagi sem vilja einangra og loka gyðingana af menn svo eru líka kraftar innan gyðinga
gyðingahópsins, gyðingasamfélagsins sem vilja loka gyðinga af og frá fólkinu, gójum, frá hinum. Já, þetta örugglega samspil. Og það náttúrulega samspil og það raunum sko heildar ástæðan fyrir því af hverju gettóin síðan, hvað við segja, lifðu svona lengi. Þú veist, þetta náttúrulega einstæmi í sögu Evrópu að eitthvað fólk hafi verið svona lokað af. Já. Síkunötum voru ekki svona ef tekur aðra, ef tekur húkunóta í Frakklandi upp úr síðaskiptum eða tekur kaþólika einhvers staðar, þú veist, það endurist hatur og illdeilur og allavega þannig en að þú takir sérstakann hóp fólks og loki hana svona af og hann nái, þessi flokkur, þessi hópur nái að lifa af kynslóð til kynslóð til kynslóð náttúrulega einstæmi og þá náttúrulega verður að vera auðvitað kraftar líka innan hópsins sem vilja hafa þetta svona að ákveðnuleyti, auðvitað vilja þeir ekkert gyðingahatrið en sko rabbinarnir auðvitað höfðu mikil völd og höfðu mikil völd einmitt vegna þess að þeir voru aðskildir og það nefnilega svo flókið síðan að þegar við erum þá komin inn á hvað við segja, kannski sérstaklega 18. öldina og nú erum við farin að nálgast meira sko upp af síonismans og kannski svona megin aðdragandi þess að stofna Ísraelsríki að þá var þessi gyðinga andúð búin að veikjast mikið svona almennt, sérstaklega í Vestur-Evrópu þannig að mjög mikið að gyðingum voru að snúa gegn trúnni og taka upp kristni og til dæmis í Austurríki-Ungverjalandi og sérstaklega mikið umburlindi þar og Frans Jósef til dæmis nú ég hoppið þetta fram á 19. öld og allt það en hann til dæmis vildi ekki heyra á það minnst að vera að tala um eitthvað trúabrögð og þjóðir og eitthvað þannig kjaftaði, allir voru bara góðir þegnar keisarans. Já. Ég man samt þegar við vorum að tala um Austurríki-Ungverjalandi þá vorum við að tala um það hvað var alveg sérstaklega rækið gyðingahatrið í Austurríki-Ungverjalandi en það hefði þá kannski verið meira Já, mannst ekki í Vínarborg maður Jú, alveg rétt, í borgunum, það alveg rétt Já, það er vel gott dæmi það hvað þetta flókið því sko í hernum til dæmis þá var léttara fyrir gyðing þetta er nefnilega svo snúið því að þetta er nefnilega svo tvískipt að því þú ert með bæði svo góð dæmi það sem var umburlindi og það sem enn horfa fram hjá þessu eins og til dæmis, ég heldur geta alveg sagt að austuríski-ungverski herinn til þess að vera þannig en svo ertu kannski með samfélög eins og borginnar, það er svo mikið að gyðingu til dæmis í Vínarborg og í Budapest að þá byggist upp alveg ákveðin andúð kannski á meðal almennings þar afbrýðsemi út í alla gyðingalæknana allir eins var brandarinn að allir herlæknar í austurísk-ungverska hernum voru gyðingar en svo er þetta önnur samfélög eins og Frakkland þar sem frakkarlinn voru mjög snemma að frelsa sína gyðinga í bara byltingunni fengu gyðingar öll sem réttindu aðrir og Napoleon til dæmis hann hélt að kallaði með þess saman svona Sanhedran eins og það kallast sem voru æðstar á gyðinga til flott málverka á honum með svona það sem að gera mikið úr því sko að gyðingarnir eru góðir þegnar Frakklands og Frakkland var mjög framarlega ýmsu leyti í þessu en hvað gerist síðan kemur Dreyfus málið lok 19. aldar þar sem að háttsettur franskur fóringi í hernum af gyðingaættum sakaður að hafa svikið franska herinn og þetta bara þetta mál var svo stórt í Frakklandi þetta bara reif samfélagið alveg í sundur þetta liggur við að brotast út borgarastyrjöld þannig að þetta er svo flókið úr með rök fyrir bæði með góð dæmi gyðinga sem ná rosalega langt og fræðimenn sem eru að skrifa og það verið að lesa textarna þeirra og umburðarlindi og gyðingar sem eru að tala um það hættu þessu kjafta að antisemitismin er búinn en svo ertu líka með svona bakslag og það getur verið innan sama samfélags eins og Austurríki-Ungverjalandi eða í Þýskalandi gyðingar voru mjög framarlega og ýmsum sviðum í Þýskalandi en til dæmis í þýska hernum var mjög erfitt fyrir þá að vinna svo upp en þetta var auðvitað líka þannig því þú nefnir einmitt þetta með frelsun því þetta voru gyðingar svona annars flokks borgarar á miðöldum það voru alls konar lög og reglur sem giltu þá þú veist, ég man nú ekki smáatriðin í þú veist, gyðingar mátt ekki fara inn í ákveðna borgir eða eitthvað svona, þeir mátt ekki hafa ákveðin störf og þurft að borga eitthvað sérstakann skatt og alls konar svona eitthvað svona reglur sem að þetta heldu þeim sem svona annars flokks borgurum og náttúrulega þetta á fyrirhluta 19. aldar og fram að svona 1850 skilur þá verið að
vinda ofan af þessum reglum út allt og það kannski bara hluti af nútímavæðingu í vestur og mið-Evrópu þú veist, í kjölfar upplýsingarinnar og frönsku byltingarinnar og frjálslindisvæðingar og svona það er bara verið að búa til hérna svona frjálslindar nútíma þjóðir og það bara hluta því að frelsa gyðinga og góð punktur þetta þess að þú segir líka það ekkert að sama vera gyðingur í, þú veist, Vestur-Evrópu eða Austur-Evrópu því að náttúrulega í Austur-Evrópu og sérstaklega í þeim löndum sem var rússneska keisaradæmið Hvíta-Rússlandi, Úkraínu, Pólandi þar var náttúrulega miklu verra að vera gyðingur og þar var alveg gríðarlega mikið gyðingahatur langt fram eftir öldinu og það auðvitað það sem að þessir síónistar voru alveg mikið að tala þegar það kemur fram að seinni hluta 19. aldar skilur að þú veist að vandamáli að stórum hluta auðvitað í rússneska keisaradæminu og þar skilur þar alveg vandamáli og það virðist vera svona, með þetta svo margt annað einhvern veginn að það svona því vestar sem þú ferð því einhvern veginn meira líberal verðuru og athyglisvert að einmitt á Englandi sko, þar virðist vera minnsta gyðingahatrið svona með það sem ég hef verið að lesa sko og Bretar voru yfirleitt mjög framalega í því að afnema svona ósanngjarnt lög eða veita gyðingum svona borgaraleg réttindi og slík borgaraleg réttindi mættu minni andstöðu frá samfélaginu heldur en í öðrum ríkjum eins og til dæmis í Þýskalandi það sem að þú veist það kannski samfélagi hekk aðeins á eftir kannski stundum og til dæmis bara dæmi burðindi í Bretlandi Benjamin Disraeli til dæmis var gyðingur og hann var í forsætisráðherra og það var held í fyrsti held að sé frekar snemma miðöldina sem að fyrsti þingmaðurinn gyðingur verður þingmaður í Bretlandi ef mann rétt og svo náttúrulega þetta að þú veist að það sem gerist á 19. öldinni eins og þú veist að koma inn á þetta þú veist er að þeir gyðingar náttúrulega fara í auknum mæli að fara í þessar stöður í fyrirtækjum og í framleiðslu og í iðnaði og hérna verslun og í menningamálum auðvitað líka þú veist, öll þessi þýsku rithöfundar og tónskáld og leikritahöfundar þetta var náttúrulega mikið þetta sko mjög svo á 19. öldinni en það sem áhugaverður punktur hérna sem sko það verður aukin svona aðlögun gyðinga á fyrirhluta 19. aldar og það svona eins og ákveðin svona rétt áður en síónisminn kemur sko að þá svolítið svona eins og tíðarandinn sé sko hérna núna þetta bara að fjara út og gyðingar hafa það svo fínt einmitt og þeir að taka þátt í þessum þjóðar uppbyggingu sem að eiga sér stað annars staðar í þessum samfélögum Frakklandi, Þýskalandi, Englandi og svona það sem vera að byggja upp frönsku þjóðina eða skilur og gyðingarnir vera með í því skilur þó þau séu þessara trúar og þetta svona þessi gyðinglega upplýsing sem að hefur verið kölluð haskala á hebresku sem svona gyðingli upplýsing sem rauninni bara svipa fyrirbrigði og á sér stað hjá kristnumönnum upplýsing skilur það sem menn eru að þú veist leggja minni áherslu á trú og meiri áherslu á þú veist önnur málefni og menn fara að koma fram sem svona þú veist já ég gyðingur skilur en það er ekkert mitt aðal identitet skilur að vera gyðingur ég lifi ekkert eftir einhvern gyðingalögum skilur ég bara franskur borgari og ég bara vinna hérna og þú veist og það skiptir ekkert öllu máli þau þessi gyðingur þetta var nefnilega að fara að vera svolítið og þú sér marga gyðingar þessari kynslóðu svo Karl Marx til dæmis sem var gyðingur en þú veist það kemur hvergi fram þú tengir hann aldrei við gyðingdóm nema bara í nasista áróðri sko skilur og hann var ekkert að spá í þessu sko og Mark Bloch líka hérna franski sagfræðingurinn sem einmitt var drepinn af nasistum ekki að því hann var gyðingur heldur að því hann var í andspyrnuhreyfingunni og fullt af svona dæmum sko því hann alltaf líka flókið það alltaf snúið þetta líka að þegar allir með þessi sósialismi að byrja kannski svona spurning hvað með þetta fara langt aftur en kannski fyrst og fremst á 18. öldi auðvitað og það sem að setna mér sósialismi sósialismi, kommunismi
að því sko sósíalismin náttúrulega upphálega sko kommunismin náttúrulega er ekki kommunismin er náttúrulega útópían þannig sé að tæknilega sé hefur náttúrulega aldrei verið kommunismi vegna þess að kommunismin er ekki komið á fyrir útópíunni næst allt annað, þetta er allt sósíalismi fyrir það og þú ert með það sem er svona rætur sósíalismar skemmit á 17. öld ákveðina raddir hérna í frönsku byltingun og svona en svona þetta kannski sérstaklega mitt á 19. öld eins og þetta Karl Marx er að skrifa þannig að fólk eru auðvitað þegar ég nota orði hugtöki eins og sósíalismi þá er ég að tala það eins og í þá 19. aldar skilningi en allavega það hugtak náttúrulega er gjörsamlega á skjön við eða svo hugmyndafræði gjörsamlega á skjön við síónisma og hugmyndunum það gyðingar eigi að vera ykkur sér þjóð því þessi sósíalismi þessi draumar framtíðaríki verkamanna krassar auðvitað við þjóðernishyggjuna fer náttúrulega ekki saman. Algjörlega. Og þess er náttúrulega mikilvægt að hafa það í huga eins og með Karl Marx þó hann hafi verið gyðingur þá hafði hann engan áhuga á einhverjum síónisma eða... Nei, Karl Marx er líka bara, þú veist, var náttúrulega þjóðveri en hann var líka heimsborgari og svona kannski ekki besta dæmið. Leon Trotsky er kannski besta dæmið. Já, líka kommunisti sko. Nei, hann var gyðingur og kommunisti en hann fyrirleit sko síónisma vegna þess að... Ég bara nefna dæmi þú veist, þjóðþekktan mér datt ekki í einn annan þjóðþekktan gyðing á 19. öld skilurðu, sem er ekki síónisti skilurðu bara alveg svo aðrir menn á 19. öld sem eru sko ekkert endilega að definera sig eftir hvort þessu kristnir eða ekki skilurðu að þetta var orðið svona, veist, þetta var ekki lengur aðal hugmyndafræðin heldur en með þjóðnishyggjan eða sósíalismin eða eitthvað annað komið í staðinn sko. Þannig svona hlutið að þessu er sekulariseringu sko. Já, þessar afhelgun Já, algjörlega og enda var það líka sem mjög umdelt auðvitað þegar allir þessi síónismi kemur fram að það voru margir sem alveg fengu floga með orðar sem svo vildi ekki sjá þetta, gyðingar þá og bæði þá sér maður líka sko fjölbreytileikan og fjölbreytileikan innan þá auðvitað gyðingdómsins og þú varst á bæði með það sem maður geti kalla kannski svona öfga erki íhaldsgyðinga sem fyrirlítu auðvitað síónismu og er á móti Ísraelsríki og síónismu enn þann dag í dag og svo ertu líka með kannski hinar hliðina sem eru þá þessari, hvað er svona öfga afhelgunnar eða upplýsingamenn eða eitthvað slíkt sem hafa rosa svona frjálslindis lýðræðis hugmyndir slíki menn náttúrulega líka höfðu engan áhuga kannski á Ísraelsríki til dæmis gyðingar náttúrulega höfðu það í raun og veru það gott í Bandaríkjunum að bandarískir gyðingar höfðu engan áhuga að stofna Ísraelsríki. Hörru, talandi þetta, ég sá það núna daginn að það er núna orðin fleiri gyðingar í Ísrael heldur en í Bandaríkjunum. Já. Flesti, þetta hefur verið svona fun fact að segja í partíum. Já. Veistu hvar flestir gyðingar búa? Já. Ísrael? Nei, Bandaríkjunum. Já. Það er ekki hægt að segja það líkur. Er ekki New York eða stærsta eða fjölmennasta gyðingaborgin? Já, það er annars að en ok, síónismin við tölum hans mann sko það er auðvitað stundum talað um það komið auðvitað svolítið svona því við erum að tala um að þú veist þetta svona þessi þeir eru að fá þessi borgarlegu réttindi það er þessi aðlögun þarna í kringum 1850 en þegar kemur fram á sérlutan sko þá virðist vera svolítið bakslagi þessu það kemur til dæmis fram þessar rasísku hugmyndir, þessar kynþáttahugmyndir svo til dæmis í Þýskalandi og svona og Darwinismin og þessi vísindalegi rasismi kynþáttahyggjana sem að menn fara að segja sko gyðingar eru einhver semitískur kynþáttur og eitthvað svona og bara skjóta inn, það er mikilvægt að halda að því að með þessa kynþáttahyggju og þennan rasismi þarna, þetta eru topp vísindi síns tíma það er svo létt fyrir okkur í dag kannski oft bara slátt út af borðinu hvað þetta er heimskuld að mæla ykkur á höfukúpur og okkur svona þetta er sko cutting edge science á þessum tíma og bara tekið beint uppur út af darwinismannum sem er alltaf grundvallar hugmyndafræði náttúrulega þann dag í dag og nú er ekkert að vega að þróunarkenningu Darwins, þú veist, hún það er rétt og allt það en það er náttúrulega spurning náttúrulega hvernig hún beitir henni síðan og þannig að samfélag 19. aldar var sko alveg gegnum sýrt einmitt af þessu og þess vegna náttúrulega verður þá til líka þá fyrirbrigði sem var að nefna núna sko, þessi sko kynþáttagyðingdómur
Einmitt. Þetta er alltaf góð punktur þetta með sko þetta er svona þessi positivismi og þessi vísindahyggja þú vilt rannsaka allt, þú vilt læra allt, þú vilt stúdera og kortleggja og svona og þá erum minna, þú veist, kortleggja þetta mannveruna líka og þessi klassifisering líka alltaf svona sitt í hólf og sitt í dálka og svona, þetta er svona hluti þessari vísindahyggju en svo náttúrulega þetta sko getur þetta leitt illt af sér þetta vegna þess að manneskjan er sko ekki manneskjan er óútreiknanleg sko og hún er ekki svona passív eins og náttúran einhvern veginn nei. þannig að einmitt bara kannski besta dæmið það þetta hvernig vísinda hyggja getur leitt illt af sér að því þarna þetta leysir þetta koma nýjar hugmyndir allavega inn í antisemitisman sem er til staðar fyrir og veistnum þú talaði með það að við orðið svolítið svona bakslag í í þessum málum fyrir gyðinga og ekki sístu þetta sem ég nefndi á hann í, þú veist, Rússlandi náttúrulega var alltaf annars slagið ykkur svona voða óerðir og uppþótt það sem að gyðingar voru myrtir og beittir ofbeldi og höfðu það bara alls ekki gott í Pólandi og Rússlandi og Hvíta-Rússlandi og Úkraínu og svona og til dæmis þetta orðlumis pogrom hvernig sem að berða fram hjá rússnesku ofsóknir sem alltaf bara ofsóknir og þetta til dæmis var alveg landlægt vandamáli í rússneska keisaradæminu að það áttu sér stað svona ofsóknir gegn gyðingum hér og þar sem að konum var nauðgað og menn drepnir og hús og verslanir brendar og náttúrulega hryllingur að búa við þetta og til dæmis sko hún Golda Meir sem hét nú ekki það er svo áhugaverð sko eins með Ben Gurion þetta hét allt eitthvað annað voru það, þú veist Ben Gurion Aubrey hvað heit hann, Aubrey sem var utanríkisráðherra eftir stríðið eftir sjálfstæðinu, hann heit sko Aubrey Eban og hann var frá Suður-Afríku breytti nafninu svo í Abba Abba Eban það er einmitt þarna þá sem er einmitt þetta sko þarna maður aðlega sér síðan að Ísraels ríki og breyta en allavega hún að því hún sko var fætt einmitt í Úkraínu þá Mabovich hét hún Nei, Golda Meir, maðurinn Morris Meyersson og síðan hafa þau breytt því yfir í Meir það er ísraelska heldur en Meyersson hún er fætt í Kív já en þetta sérum með, þú veist, svo ótrúlega mikið af fólki af þessari kynslóð að þetta fólki er annarkvort fætt í Palestínu þar sem foreldrar voru fyrstu kynslóður innflytjendur frá yfirleitt Austur-Evrópu eða þau séu beinlíns fætt í Pólandi eða Hvíta-Rússlandi eða þessum sveiði og þannig að þetta auðvitað svona nýlendu samfélag við komum þess aftur á því í seinna en það sem ég ætlaði að nefna einmitt með hana Golda Meir að og í tengslu þessu ofsóknir í Rússlandi hún ólst upp við það að þau voru með sér mat sem voru með falin í húsinu ef það skildi gerast að það væru ofsóknir og þau eruðu rænd og maturinn tekið frá þeim okkur slíkt og þau kölluðu þetta meira eitthvað, þau voru mikið sér orð yfir bara þennan sko forða, þennan neyðarforða og hugsaði þér sko hvað aðstæður eru slæmar þegar þetta er raunveruleikin og alast upp við svona gyðingahattur en það er bara svo líka þess að það er svo áhugavert líka og það er svo, þetta er svo gott dæmi það hvað mannskepnan er flókin og hvað sagan er flókin þegar þess fyrri heimsstyrjöldin brýst út að þá er sko Bretland og Frakkland sem eru málas upp sem þessu miklu lýðræðisríki og frelsisríki og allt það með sko þessu sko erki íhaldi rússneska keisardæminu en það var þannig sko gyðingar almennt bara þeir studdu fyrir eitthvað Þýskaland í fyrri heimsstyrjöld því bara hatrið gegn Rússlandi var slíkt og til þess í Bandaríkjunum voru sko sterkir þrýstihópar að þrýsta á Bandaríkjunum að stiga Þýskalandi í fyrri heimsstyrjöld einfaldlega bara vegna þess að sko Rússland og rússneska keisardæmi það var bara mesti viðbjóðurinn fyrir gyðinga og bara sko allt er betra en Nikki
Nikki frendi það var sko Vilhjálmur var mikið betri og það þú veist, og þetta mjög áhugaverð saga finnst mér. Já, algjörlega. Pólitíkin maður. Já, pólitíkin maður. Hún spyr ekki að hverra manna þú ert sko. Nei, eins og þetta svo gott þegar að Churchill sagði eitthvað tíma að þegar hann verið gagnrýtur yfir fyrir bandalegi Stalin og þá sagði hann sko ef Hitler ræðst inn í helvíti þá mér samtal við svo nefna eitthvað jákvæmt Satan í þinginu. Já, það myndi ég fara í bandalegi við Satan, sagði hann ekki. Já, og segja eitthvað svona jákvæmt Satan í þinginu. En herðu, já, sionismin sko, hann kemur fram á seinni hlutanum. Það er stundum sagt að hann eigi upphaf sitt 1896 er það ekki? Svona formlega þá er þetta fyrsta þing sionismans, alþjóða samband sionista í Sviss, hvað var það? Bern? Nei. Held að það var í Bern, eða Basel, já, einmitt, Basel. Já. Og en auðvitað er þetta hugmyndafræði sem að náttúrulega eldri rætur en það sem er áhugavert við þessa hugmyndafræði þetta er að þetta er sko, þetta er rauninni bara rómantísk þjóðnishyggja sko. Já. Og þetta er rauninni bara að miklu leyti kannski ekkert einsog en þetta er auðvitað bara svolítið svo þú getur séð Íslandi hluti af Danska ríkinu skilur og þá kemur rómantísk þjóðnishyggja fram í hjá Dönum, fattaru. Já. Og þá fara að vakna sömu hugmyndir hjá Íslendingum. Já. Skilur okkur sem þjóð og gyðingar auðvitað, þessu sem búið allt eru náttúrulega sín eigin trúabrögð og hafa auðvitað ákveðna sérstöðu því að það er ekkert að bera þetta beinlíni sama við svona þjóðir eins og Ísland eða Danmörku eða Holland eða eitthvað því þetta er svo sérstakt. En á meðan sumir eru að einhvern veginn ganga inn í þessi þjóðríki sem að þeir búi í og aðlaðast því þá auðvitað kemur fram þessi alternatív hugmynd sem er sko, við erum eigin þjóð og við eigum að standa saman og við eigum að rækta okkar trú, ekki bara trúa því þetta er svona sekular hugmyndafræði. Já. Allavega þessi klassíski sionismi sem að er svona leiðandi fram að 1948 er að sko við eigum okkar heimaland og við þurfum að fá það til þess að byggja okkar þjóð þar í friði. Já. Á sama hátt og Íslendingar eða Normenn eða Svíjar hugsuðum að búa til sitt þjóðríki. Einmitt. Og svo alltaf líka þó að þetta sé kannski lítum á þetta fyrst sem þjóða þá var samt alltaf í bakgrunnu líka þessi upphafsgoðsögn að við erum afkomendur þessa fólks. Já. Við erum af ættbálknum. Já, og þetta hefur alltaf eins og þú sagðir einn alveg upphaf, þetta er eitthvað sem menn voru obsessed af auðvitað á miðöldum og þetta hugtakarna næst í Jerúsalem sem menn sögðu þegar þeir voru að kveðja hvern annan. Einmitt, rosa gott að nefni það. Því sko fyrir okkur þetta er svo framandi að hafa svona rosalega þrá eftir ykkur sem maður hefur mist en sko þetta gegnum sýralegu gyðingdómin eins og þetta næst í Jerúsalem þegar við erum að fagna einhverju, næst í Jerúsalem. En samt svona, þú veist, það er alveg fullt af gyðingum sem að kannski sérstaklega þessum tíma sko, þetta var ekkert algjörlega landlægt hjá öllum einhver svona sérstök þrá eftir þessu sko. Nei. Þú veist, og þetta er auðvitað hugmynd sem er líka svolítið byggð upp í kringum sionismann og það var alveg fullt af gyðingum sem voru, þú veist, andstæðir, eða þú voru að segja sko, þetta er ekkert eitthvað, ég hef engan sérstakann áhuga á þessu, skilurðu? Nei. Og svo var þetta líka ákveðin hreyfing innan sionismanns sem er kallaður territorial sionismi sem gengur út að við þurfum að finna bara eitthvað land, ekkert endilega Palestínu. Já, eitthvað land. Það er bara því við erum þjóð sem á sér ekkert land. Já, en máli er sko náttúrulega því að sko, jú, ég veit samt segja þrá vegna þess að sko mikilvæg hluti af þessu er líka það er spurningin sko hvernig fáum við landið aftur og þá getur maður líka svona í einföldun sagt, ok, ætlum við að berjast fyrir því eða ætlum við að vinna að því að fá landið, endurheimta landið. Já. Eða eigum við bara að bíða eftir að Guð grípi inn í og sendi okkur frelsara sem gef okkur sér landið aftur. Því sko það er náttúrulega grundvallar sko trúarlega, guðfræðilega leiðin og draumurinn.
Það stór hlutað til af hverju segja alltaf næsti Jerúsalem og þetta svona í mikilli einföldun stór ástæð fyrir til af hverju svona erki íhaldsamir gyðingar eru gjörsamlega á móti Ísraelsríki í dag vegna þess að þeir vilja ju landið aftur en þeir vilja bara ekki að gyðingar vinnið aftur sko, þá að bíða eftir að Guð færi þeim það. Já, þetta þessi hugmynd það að og þetta þekkir þú náttúrulega svo vel að sko gyðingar, það stendur í biblíunni að Messias muni koma og stofna ríki í Palestínu og þá muni allir gyðingarnir koma, það ekki? Jú. Og þá náttúrulega með þess að réttrúna gyðingar sem þú segir sem að og við svo til dæmis ég var að horfa á eitthvað með vídeo á YouTube það sem eitthvað var að þú veist, hann fór inn í þetta eitthvað hverfi í Jerúsalem sem þessi mestu íhaldsumustu gyðingandi búa þess að þeir eru sko búin að veggja króta alltaf palestínska fánan út allt sko að þeir eru svo miklu anti-sionistar sko þeir eru að hata sionistar blá Davíð stjarnabúa að gera svona X yfir sko og þá er það sko blá og þá því það Ísrael sko þetta eru svona ultra gyðingar frekar með Hamas-liði frekar með Hamas-liði sko en hvað ætlaði að segja já, þetta er biblíun þetta af því að þetta er auðvitað ákveð element hjá kristnu fólki líka margir kristnir sionistar og það kannski þetta eitthvað sem að maður í dag auðvitað tengi svolítið við svona ég veit ekki svona ákveðna hópa kristina manna svona ákveðna typur svona eins og þú sér það á þú veist Omega og svona en ekkert bara það líka svo David Lloyd George forsætisráðherra Bretlands til dæmis sem var mikil stuðningsmaður Ísraels eða gyðinga í Palestínu af því að hann var svo mikil trúmaður kristinn trúmaður sko og þetta ákveðin hugmyndi það ekki að í kristindómnum það ekki að endurkoma Messiasar tengist þessu líka eða ekki Jú, það þá sérstaklega þá hjá svona, hvað maður kalla þessum svona nýrri trúarhópum kannski sem hafa rætur sinni rekja til kannski setur þetta 19. aldar og svo fyrst árið 20. aldar þetta mest mikið af þessu sérstöku hópar, born again Christians eitthvað í Bandaríkjónum og eitthvað svona mjög uppteknir upp af einhvern sionisma það mjög áhugavert fyrirbrigði en svo líka að þau vorum að tala þetta næst í Jerúsalem ég hef líka velt að fyrir mig þetta með brúðkaupin þegar brjóta sér glas það víst til minningar musterið og eyðileggingu mustersins já og þetta svona, og mér finnst nefnilega svo hugmyndasagan svo skemmtileg að því þú þarf að benda okkur svo, við brjótum eitthvað glas þetta bara hefð en samt sko, þeir eru búin að vera með svona smá eitthvað svona hefð, eitthvað svona það vera að minna það á eitthvað þeir eru með eitthvað svona fljótandi, það er kannski ekkert svo sterkt en svo ef eitthvað gerist þá getur verið þannig að það búa svo að það nertu með rosalega mikið sko menningarkapital sem ætti að grípa inn í og spila á og það held ég að sé til þess að miklu leyti það sem með sionism til dæmis að sionism og stofnun Ísraelsríkis hefði aldrei átt sér stað nema fyrir til dæmis gyðingahattrið og ofsóknirnar sem náttúrulega ná síðan hápunkti í seinni heimsstyrjöld algjörlega en þá auðvitað með það rosalega hattur þá þú ert líka búin að vera með svona hluti eins og næst í Jerúsalem bróta glasið og þó sért ekki gyðingur sem þannig að það er engin áhuga á þessu þú vildi bara fá að vera þjóðveri í friði að þá þegar búin að afneita þér svona í heimalandinu að þá horfir í kringu og byrju hvað get ég gert annað þá er þetta eitthvað það sé ég gríp til einmitt, algjörlega Hörðu, hann Theodor Herzl hann er upphafsmaður hann er svona founding father þessa klassíska sionisma austurískur gyðingur frá Vínaborg hann var leikskáld og var hann ekki lögfræðingur líka? Jú og algjör klísja með svona mjög flott svona ferkantað skegg algjörlega og hann skrifaði áhugavera bækur Der Judenstaat sumir hafa einmitt verið að nefna hana sem svona upphaf sionismans þetta er svona sem með allt svona upphafi eitthvað, þú veist, við hvað viltu marka en já, hann er náttúrulega líka bara, þú veist, var náttúrulega bara hann stofnaði eina alþjóðlegu sionista hreyfingu og hélt já, hann gerir það, en þú veist, vill maður þú veist segja að upphafi sé fundurinn í Basel eða er það
skrif þessara bókar eða þú getur líka sagt sko þú nefndi sósíalisman áðan skilur hann á rætur sínar á fyrirluta 19. aldar það svona yfirleitt þessar hreyfingar á til dæmis eins og Englandi og óvinnismin og allt þetta en síðan getur þú líka sagt sko bara þú veist Karl Marx og kommunistáorpin í 1848 skilur, þú getur líka sagt það og það er kannski svolítið sem þetta Theodor Herzl er svolítið svona eins og svona, þú getur sett svona ákveðin upphafspunkt þarna og er það ekki 1896 ég held að Jú, en hann skrifa þarna Judenstaat einmitt gefur hann út 1892 en svo ég man ekki hvernig orðið sionism kom fyrst fram ég las það nú hérna í bókin hérna sionisma sem við vorum eitthvað að glugga í Hvað þýðir eftir þetta orð? Sion er náttúrulega bara nafni á Jerúsalem þannig að hvað Sion nákvæmlega þýðir það nú að munna en því er búin að gleyma Hann skrifaði líka hérna mér skjáttlast ekki hann frekar en einhver annar var ekki Neu-Altland Jú Neu-Altland eða Nýja gamla landið það er Theodor Herzl kom út árið 1902 og það er svolítið áhugaverð bók af því það er svolítið skemmtilegt að sú bók, veistu hvað sú bók heitir á hebresku? Nei Tel Aviv Já Þannig að borgin Tel Aviv Já, alveg rétt heitir eftir þessu eða hvort það sé eftir þessari bók eða hvað allan að borgin heitir í rauninni Alt-Neuland Já eða gamla nýjalandið en í flettu þessu snöggast þetta með Sion það er óvíst hvað þetta þýðir uppálega en þetta vísar jú til Jerúsalemar Jórsala en hvernig náttúrulega orðsifja það er víst ekki á hreinu sem er margt svona í Gamla testamentinu og í hebreskunni en góð punktu með hann við ætla að segja saman til þessa bók ekki Alt-Neuland heldur hinn hérna Judenstaat það sér maður með þetta svona þessar sekular eða þessar afhelgunar hugmyndir í þessum klassíska sionisma þú veist að sko þar er einmitt sko ég hef ekki lesið þessa bók ég hef bara lesið þessa bók mér skilst sko þú veist að vondikallinn í sögunni er sko rabbíni skilur sem er svona þú veist svona þú veist, ég vil halda gyðingum í svo gamla hefðbundna, þú veist þess að þeir eru bara eitthvað í einhverjum gettóum í Evrópu skilur og meðan og svo er mér þessi palestínumaður sem þú veist arabi sem að kemur fram í þessari af því að þetta fjallar fólk sem fer til Palestínu svona framtíðaríki þar sem þar búa gyðingar í sínu heimalandi sko sem er alltaf bara eitthvað svona útópíski draumórar þá sko og þá er einmitt arabi þar sem er svona í hlutverki sko svona þá var hann ekkert vondikallinn sko, heldur að því að hann er svona ánægð með hér sé að koma fólk sem er að þú veist byggja upp landið og kenna okkur hluti og svona þú veist koma með nýjungar og þetta er alltaf þessi hugsunar á þessum tíma svona þessi rómantíska þjóðnishyggja og framfarahyggja og svona við ætlum að byggja eitthvað upp og gera eitthvað skemmtilegt skilur eitthvað nýtt og svona Algjörlega og þarna sér maður alltaf hvernig þetta þá, nýja og gamla þarna mætist það sem þá einmitt þessi, gamli trúarlegi gyðingdómur er kannski svona frekar nýtt, þetta var líka þannig að hann Herzl átti að vera miklu vonbrigðum með sérstaklega gyðingasamfélagin í Austur-Evrópu sem voru alltaf að draga lappirnar eða einfallega bara snýru baki við honum en síðan er líka svo ótrúlega saga og mér finnst þetta er svo gott dæmi líka mikilvægi einstaklinga í sögunni að þarna er til dæmis þetta er náttúrulega mikið búið að vera að gerast náttúrulega áður en hann skrifar þessar bækur áður en hann hrindir sínu á stað það náttúrulega er einhver ákveðin jarðvegur sem hann getur síðan plantað í en engu að síður, þetta er síðan bara hans einstaklingsframtak hann ákveður síðan að stofna þetta félag og svo er það hann sem algjör draumárumaður dettur í hug að reyna að hitta til dæmis Vilhjálm annan, keisara Þýskalands hann reynir að hitta til dæmis soldánin í Istanbul og hann fer síðan á flakk og nær að hitta alla þessa kalla og fær áheyrt hjá þessum mönnum og er að viðra þessar hugmyndir og hann er síðan að hitta Rothschilds og hinn og þessa vellauðu og gyðingu og reyna að fá peninga og reyna síðan eitthvað að byggja upp og gera eitthvað einmitt og til dæmis heldur ég að skrifa hann í einmitt
dagbókina sína sem nú frægt. Já. Ég hefði notað skrifa hjá mér. Ég með allavega, getur ekki fundið það. Já, ég get fundið það hérna, það rosalega frægt kvótalög. Já. En þetta náttúrulega var voðalega erfitt og hann eyddi til dæmis megni af sinni formúu í þetta. Sko, hann skrifaði hérna daginn sem að fyrsta þing síónista var haldið, að þá segir hann hérna sem sagt: At Basel I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I would be greeted by universal laughter. In 5 years, perhaps, and certainly in 50 years, everyone will perceive it. Já. Og síðan gerist það eftir nákvæmlega 50 ár og þá var þarna landinu skipt 1947 og svo 51 ári setna Ísraels ríki stofnað. Já, hugsa sér. Já. En þetta er svolítið fyndið. Og þá líka sko að þegar nefnir hún einstaklingin að til dæmis sá sem tók við af honum, hann Weissmann. Já, heitir hann ekki Chess Weissmann? Chaim. Já, Chaim, já, þetta er náttúrulega borið fram einhvern veginn sko. Ég nefnilega veit ekki hvernig það er borið fram, hvort það sé allavegna. Hann til dæmis náði að tala við bæði hann David Lloyd George og Balfour og þá sannfæra þá sem einstaklinga og þá auðvitað líka sem þá utanríkisráðherra Breta, Balfour og Lloyd auðvitað sem forsætisráðherra, en náði að sannfæra þá mikilvæga þess að stofna til dæmis Ísraelsríki og þá kom auðvitað Balfour yfirlýsingin auðvitað í kjölfarið á því. En áður en við förum í það, þetta er mjög góð punktur með hann hérna Herzl, að hann sé að sko einmitt, þú veist, þessi pólitíski klassíski sionismi, sko, hann var svona þetta átti að vera allt svona löglegt, þetta átti alltaf að vera upp á borðinu, þetta átti að vera sko, þau vildu fá leyfi, fá stórveldin með sér í liði sko. Já. Og þú veist, sannfæra stórveldinum að búa til þetta ríki fyrir sig og auðvitað þetta er svona margt svona, ég veit ekki hvort maður að kalla það tilviljanir eða bara svona ýmislegt sem passar eitthvað eins og vel í þessu, eins og þetta með að þú veist, þetta er landlaus þjóð og svo vill svo til að þú veist að hugmyndin heimalandi er búin að vera þráhyggja í 2000 ár skilur og miðlægt þema í trúarlittir á turnum eins og vorum að tala með í upphafi en líka það þetta, þú veist að Palestína af öllum landsvæðum í heiminum er hluti af Ottomanríkinu sem er þessi veiki maður Evrópu. Já. Sem að því sko, ef þetta hefði verið þú veist, ef þetta hefði verið Norður Írland eða eitthvað, þú veist, það var bara að gleyma þessu sko. Bara að gleyma þessu, já. Skilur, eða þess vegna skilur Lappland í Svíþjóð eða eitthvað sko. Já, eða Normandi eða hvað glemdu því. Bara að gleyma þessu. En að því að þetta er nákvæmlega sko einhver svona útnári í Ottomanríkinu sem er í rauninni ekkert svo merkilegur staður, þannig séð fyrir Ottomanríki og hluti af þessu líka var að þú veist að það var þú veist óstjórn þarna, þú veist, greiðlega mikil spilling og það var allt einhver fenjasvæði og svona við komum örgulega betur að því setna og eins og þú segir, skilur, hann fer að tala við þú veist, hérna, soldánun og svona og það er kannski líka góð punktur í þessu sko, er að menn sá ekkert fyrir sér endilega sko, eins og við talaðum áður tölum fyrir heimstyrjöldinu, það var enginn sem að planaði það endilega að sko þessi keisaradæmi myndu öll hrynja eins og spilaborgir árið 1918. Nei. Skilur, þannig að á þessum tíma eru menn líka svolítið að tala sko hvernig getum við fara að byggja upp eitthvað land sko inn í Ottomanríkinu þess vegna sko. Já. Og þá er líka hugmyndin sko við viljum koma og eins og vorum að tala með hérna der Judenstadt sko við viljum byggja upp þetta land sem er hérna í spillingu og niðurgrotnun og örubunum mun kannski bara finnast það fínt þó að sko þó það sé önnur saga þetta með Arabana sem við munum örgulega líka koma þegar við fyrir að tala innflutningin og svona en svo til dæmis meðan Hertz hann þegar hann talaði við soldanin þá lagði hann til einmitt við hann og þá sagði hann sko gyðingar við erum svo fjársterkir og svo margir ríkir gyðingar og í bankageirunum og eitthvað slíkt
ef þú hjálpar okkur og aðstofar okkur við að byggja þarna gyðingaríki þá getum við endurfjármagnað allar skuldir Ottómanaveldisins og hjálpa þær að fá lán og góðum kjörum og eitthvað slíkt við erum að svona hugmyndir sem var engin fótur fyrir en það sem er líka svo áhugavert þetta sko hver er kannski raunveruleikinn og hver er ímyndin að þið til dæmis nú erum við úrreynið aftur að fara þess að Balfour yfirlýsingurinn fyrir heimsstyrjöldina þegar við tala um þetta að þessi ríki sé að hrynja og svona menn sáu svo fyrir sér og ímyndin var að gyðingar væru svo sterkur og mikilvægur þrýstihópur að menna raunveruleikin var nú meiri svo að það var ofta tíðum íkjur þannig að þess vegna sko meira segja í Þýskalandi var keisarinn og félagar að velta fyrir sér sko hvernig getum við borið víurnar í gyðinga hvernig getum við fengið gyðinga á okkar band hvernig getum gyðingar aðstóða okkur og þess vegna var það allir með Balfour yfirlýsingin frá Bretum 1917 það bara hlutið til þess að þeim leik þar sem að menn sjá fyrir sér að gyðingar eru þessi rosa öflugir þrýstihópur voru það ekkert alveg í raunveruleikunum en samt ímyndir einhvern veginn trompa raunveruleikan og þá kom þetta útspil til dæmis Balfour yfirlýsingin Ég held að þessu vorum að tala um hérna fyrir þáttinn að við þurfum að skipta þessu í 2 hluta þetta er svo stórt málefni en áður en við förum í seinni hlutan þá er eitt sem við verðum að nefna hérna á með við verum að tala um þetta með áður en með lenda á Palestínu að ég nefndi það einn áður að það voru þessi territorial sionistar sem að voru að tala um bara eitthvað annar land og það voru þetta margar hugmyndir og reiki um það þó svo það var aldrei svo sem náninu flugi svo Úgandaplanið er frægt dæmi það sem að hérna og það var svolítið svona einmitt góð punktur líka þegar vorum að tala um Herzl og hans svona kannski hans svona sko hann dó hvenær dó hann 1900 alveg í byrjun 20. aldar og það var svolítið svona rétt áður en hann dó þá var hann byrjaður að vera svolítið óvinsæll vegna þess að hann var búinn að taka svolítið vel í hugmyndirnar um Úgandaplanið og var svolítið að reyna að keyra það áfram í þessari síónistarhreyfingu og margir voru ekki að fíla það einmitt en það var einmitt hugmynd sem að Bretar komu með um að veita gyðingum heimaland eitthvað staðar í það sem er í dag Úganda eða Kenya Kenya það kölluðu þetta Úganda en það er vist það sem í dag er Kenya sem kallaði heldur hétt bara eitthvað sko breska Austur-Afrika eða eitthvað það voru ekki fleiri svona hugmyndir auðvitað er náttúrulega í Ameríku mikið jú það var líka hugmyndur um að stofna ríkjekstar í Bandaríkjónum fylki til dæmis Oregon það hefði fótt Oregon fylki Arkansas einmitt það var hugmyndur það líka og líka hugmyndur um Argentínu menn voru mikið að tala um Argentínu mitt þá sá með fyrir sér sko að þetta getur verið svona kúrekagyðingar og einmitt rækta hérna nautgripi og mikill uppgangur segi ekki mormónar eða einhverjur af þessum nýaldar kristnu mönnum að hérna Messias muni koma einmitt til og stofna heimnaríki í Ameríku, Norður-Ameríku Jú, ég myndi að halda mormónar að segja eitthvað slíkt ég myndi að halda það ég er náttúrulega að trúa því að Jesú hafi náttúrulega haldið þangað og predikað eftir að það var krossfestur einmitt það voru líka aðrar hugmyndir hvaðan það voru þeir að spá í þeir sko Síbería líka var eitthvað tíma viðrað Ástralía einmitt svo náttúrulega Madagaskar en það er auðvitað eitthvað sem við tengjum meira við nasismann og það er náttúrulega miklu myrkari saga auðvitað þar voru auðvitað alvöru plön um að stofna gyðinga nýlendu fyrir gyðinga en það var auðvitað sko hugmyndin þar náttúrulega var að það átt að vera svona SS lögregluríki það sem að pointi var að allir myndu drepast sko bara á leiðinni ángað og svona algjörlega öfugt sko en ég veit ekki hvort að menn hefði eitthvað að vera Frakka voru eitthvað að tala um Madagaskar líka á 19. öld það ekki og það var jafnvel og það var meira að segja sko svolítið svona pressa menn upplýðu svolítið að það væri tíminn væri að renna út eins og með Ástralíu-ævintýrið eða hugmyndir um Ástralíu ok, ef við ætlum að gera þetta þá verðum við að drífa okkur núna
af því það náttúrulega var, þú veist, fylgt af Bretum og annað fólk auðvitað að flytja til þessar landa eða Argentínu það var svona ok, ef við ætlum að nema þarna land og stofna ríki þá verður það drífið í en mér fannst samt svolítið gott þarna eða þú veist, þetta var auðvitað síðan kosi gegn þessu, þetta var skotið niður og allt það en til dæmis það hérna samtala sem hann einmitt Weissmann var að tala við Balfour og þá spurði einmitt Weissmann sko, myndur þú skipta á Lundúnum og Saskatchewan sem sem sagt borg í Kanada og þá svaraði einmitt Balfour auðvitað ekki, þú veist London höfuðborg landsins og þá sagði einmitt Weissmann, já en Jerúsalem var höfuðborg Mínslands áður á meðan á London var bara fen og þá var þetta að sjá aftur sko þetta, það þessi gamla hugmyndu, þú veist, Jerúsalem það þessi eilífa borg sem hefur alltaf verið þarna næst í Jerúsalem nákvæmlega næst í Jerúsalem og þá hafa verið viðrað Ástralía, Argentína, Madagaskar Arkansas, hvað að vera Sýbería, nei næst í Jerúsalem Herru, þetta ekki ágætis punktur til þess að segja næst í Jerúsalem við kannski látum staðan hér og komum aftur hér í síðara hluta þessara umræðina þar sem við tölum einmitt kannski meira konkrétt stofnun þessa ríkis í kringum Jerúsalem Já, það er gott Segjum þetta gott í bili hér og sjáumst hér í næsta hluta þessara umræðina Verið sæl